Ég held að mér sé óhætt að segja að höfnin í Grundarfirði sé hjarta bæjarins. Hér eru skemmtiferðaskip að koma, margir togarar, útgerðir, fjölskylduútgerðir, mörg fyrirtæki sem byggja starfsemi sína á höfninni og þeirri starfsemi sem á sér stað hér. Það stendur mikið til þá að lengja hafnargarðinn hérna alveg heilan helling. Við ætlum að taka Björg bæjarstjóra tali og fá að heyra af þessum framkvæmdum. Ég leyfði mér að kynna höfnina sem hjarta bæjarins. Er það ekki bara nokkuð nálægt hjá mér? Jú, við leyfum okkur alveg að segja það, þó að aðrar atvinnugreinar heldur en sjávarútvegurinn hafi líka gert sig gildandi á síðustu árum. En út frá þessu byggist upp þetta pláss, þetta er sjávarpláss. Og þá eru hér afskaplega góðar hafnaraðstæður frá náttúrunnar hendi. Það er byggt hér frystihús og upp úr 1940 og upp úr því fer byggðin að vera til. Og þannig að þetta er auðvitað svona það sem að byggðin byggði á þeim tíma og hefur gert alveg síðan. Við erum auðvitað hér með lífæðina, hér gerist mjög margt, hér landa bátarnir og það gerist mjög margt hérna að kvöldu, að nóttu sem að fólk bara einhvern veginn gerir sér ekki grein fyrir hvað er að gerast og mikið líf. Og hér eru mikil verðmæti keyrð upp á hverjum degi og allan ársins þannig að þetta er hjartað. Við erum líka auðvitað orðin höfn sem tekur á móti 20.000 ferðamönnum eins og síðasta sumar. 53 komur skemmtiferðaskipa höfðum við hér í sumar, þannig að hér er mikið líf líka í þeirri grein. Og hvað gerum við ekki landsbyggðarfólk þegar við förum og komum á nýja staði? Við byrjum á að keyra niður á höfn, þannig að þar er hjartað. Og svo erum við líka afskaplega stolt af þessu svæði. Við höfum lagt mikið metnað í það að hafa þetta snyrtilegt og hafa öryggið í lagi á hafnarsvæðinu. Þannig að já, okkur finnst þetta einhvern veginn allir þræðir liggja hér og hér er líka bara örstutt upp í miðbæ. Það er þetta að segja að allt sé nálægt höfninni í Grundarfirði? Já, við erum svolítið svona þétt og svona bara þokkalega vel löguð sem byggð eða sem sagt byggðin okkar og miðbær og höfn og spennandi svæði sem við köllum Framnes og köllum að fara út á Nes sem er að byggjast mjög og var svona iðnaðar og atvinnuhverfi að þar er að gerast mjög spennandi hlutir og hverfi svona svolítið sem er að breytast. Listamenn búin að koma sér fyrir og þar eru ferðaþjónustufyrirtæki, einn flottasti veitingastæðurinn sem hægt er að koma á þessu svæði, Bjargarsteinn, er þar og frábært útsýni. Þannig að þessi heild, hún myndar óslega skemmtilegan ramma, höfn, miðbær, Framnes, bara gríðarlega spennandi. Hvað á svo að gera? Er ekki rétt mér höfnin bak við okkur, þá lengja hana eða ekki? Jú. Norðurgarðurinn sem við erum að horfa á, þar höfum við hafið framkvæmdir við að lengja hann 130 metra og það eru af því að við höfum þetta góðar aðstæður frá náttúrunnar hendi þá verður þarna hægt að taka inn skip sem rista alltaf 10 jafnvel 11 metrum að dýpt og sem verður bara mjög mikið breyting og við hugsum það bæði fyrir fiskiskip en ekkert síður líka fyrir skemmtiferðaskip sem hafa verið að sækja hingað mjög í auknum mæli. Þið eru rík af skipum og mikil endurnýjun átt sér stað. Það er víst óvenju tóm höfnin núna eða ekki? Já, við sýnum helst ekki bryggjuna þegar að liggja ekki bátar upp að þetta er svona frekar tómlegt akkurat núna en hér yðar oft og yðurlega alltaf af lífi. Og við erum að taka líka mikið inn af aðkomuskipum. Þetta er afskaplega góð höfn frá náttúrunnar hendi og það er einmitt þess vegna sem að við höfum fengið talsvert af aðkomubátum og skipum sem að leggja upp og landa. Og það er líka því að við höfum svolítið keyrt þetta þannig þjónustufyrirtækin við höfnina hafa verið afskaplega samhent. Að höfnin sjálf og hennar þjónusta og þjónusta fyrirtækjana sem að þjónusta sjávarútveginn og viðskiptavinni hafnarinnar, þar hefur fólk verið afskaplega samhent og þetta hefur svolítið verið keyrt bara með einu markmið. Við erum að þjónusta þessi skip, þetta er okkar viðskiptavinnir og við höfum svona sama hlutverk og það hefur verið afskaplega gott samstarf þarna á milli. Þannig að ef skip eða hringir hér einhver og vill fá að landa
að þá nægir að hringi einn. Þú hringir bara annarkvort í löndunarþjónustuna og hann reddar flutningi og hann talar við höfnina og hann talar við hina og svo framvegis. Þannig að það afskaplega góð samvinna þarna á milli og ég held að þetta skili sér líka í því bara hvernig menn finna hvernig þjónustan veitt og hvernig að koma hér til dæmis inn til löndunar. Þetta engin smá framkvæmd að lengja svona bryggju. Hver treystir sér í svona verk? Ertu að meina fjárhagslega eða framkvæmdalega? Ég átti nú bara við framkvæmdalega. Já, þetta nú svona tekið í bútum. Þetta nokkru verkþættir. Núna þó að það sjáist kannski ekki hérna en þá erum við búin að dæla hér efni af sjávarbotni. Hafa tekið efni af hafsbotni hérna bara á Grundarfirðinum og dælt með skipi hérna undir. Þetta svona, við köllum þetta púða. Þetta svona látið síga. Þetta gert í tveimur áföngum og þar erum við dæluskip sem að vinnur þann hluta. Svo kemur næsti áfangi að það að taka grjót og keyra grjótvörn hér utan með og að reka niður stálþyll og svo það fyllt upp með kjarna, með fyllingarefni og svona búin til þetta formið þessi bryggja og síðan svona frágangur á kápu sami verktaki sem vinnur það og síðan í restina steypt þekja yfir, gengið frá lögnum, lýsingu og öllu svona þessi fínisering. Þannig þetta svona nokkrir þættir og kannski mismunandi verktaka sem að vinna hvert verkþátt. Það dálítið magnað að vera bæjarstjóri í samfélagi eins og Grundarfirði. Þú þarft að hafa dálítið yfirgripsmikla þekkingu eða vera að snögga við henni að þér. Ja, það skemmtilega við þetta starf hvað þetta ótrúlega fjölbreytt og líka það að af því að það er ekki meiri yfirbygging en þetta, þá þarf bæjarstjóri bara að gera ótrúlega margt og fær að gera ótrúlega margt. Það alveg dásamlega skemmtilegt.